zicke, zacke, hoi, 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 Gläser in die Hand. Zicke, zacke, hoi, 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 und das Schluss mal zusammen miteinander. Jæja, Júlía, Margrét, við erum hér stödd og hvað erum við búin að koma okkur út í núna, veit ég ekki. Nei, En hér er bara upptökuvélar Já. og hérna hljóðnemar og allur fjandinn. já, Og koma allir fyrir hérna hagalega hérna upp í dali draumanna. Og salatið góða. Þú heitir Kristján Freyr, Já, bara akkurat. svo það komið líka fram. Nákvæmlega. Og saman ætlum við að stýra hlaðvarpi sem að heitir Upp með sokkana og við bara bjóðum ykkur hjartanlega velkomin. Þið sem eruð, já, einhvers staðar fyrir framan tölvu eða síma eða hvað sem er, í bílnum eða, já, getur náttúrulega hlustað og horta á þetta hvar sem þið viljið að sjálfsögðu. Og bara þið viljið, annars mælið þið ekki með því. En Júlía, við ætlum að fara að tala um fótbolta Já, þetta er rétt. og aðalega hjá Fram. Já, við höldum okkur bara heima. Hérna, já, það er nokkuð síðan að við fórum að þú viðra þessa hugmyndið mig. Ég held það með alveg kom fram. Og ég ætla ekki að segja að ég var neitt skeptísk, ég var alveg mjög til í þetta. En þetta verður svolítið raunverulegt þegar maður er sestur hérna, komið með gallan og með bollan, sem við fundum svo æðislega fína bolla, hérna með Fram lógónu. Svo finnst ykkur líka svo mikilvægt, við vildum einhvern veginn að þetta liti út frá að vera svona huggulegt hjá okkur sem það er búið að vera mjög huggulegt sem við settum niður. Burknin, Já. hann hérna mun spila nokkuð hlutverk hérna hjá okkur líka. Algjörlega, Bara svona upp að hafa heimilislega stemmingu. einmitt. Enda erum við hérna á Lampavelli sem er líka stundum kallaður salatið. Já. Þannig að svo fínt að hafa þetta svolítið svona grænt. Einmitt. Jú, þið bara afsakið samtínningin hér. Þetta er nú bara eins og þetta sé á heimili, sem þetta er að sjálfsögðu fyrir svo marga. Og Júlía, við ætlum að fara að tala um fótbolta. Já. Mörg okkar þekkja svona hlaðvörp um fótbolta. Já, Og veit ekki hvað þetta heitir allt saman, en það er svona tiltölulega sjámluð hlaðvörp já, ég held að það sé rétta lýsingar þau, já. og hérna ásatt dragaði neitt niður. Heldurðu að við eigum eitthvað erindi í þetta? Ég efast fríð. Einmitt. Það er svona eitt sem að mér finnst einhvern veginn, núna erum við bæði útvarpsfólk, en höfum ekki verið, kannski, ekki mikið í útvarpinu í þessum málaflokki. Nei. Og mér finnst einhvern veginn eins og ég að vera svolítið svona æst og svolítið svona spert. Já. Mér líður eins og ég að tala svolítið hratt. Herðu, eigum við kannski að vera með eitthvað svona nokko eða eitthvað orkudrykki? Já, við þurftum að gera það, já, einmitt. Það sé okkur vantar hérna svona spons. Já, maður er ansi stóískur, Já. en það er nú bara eitthvað svona, en eins og kannski við tölum áður við gengum inn, við erum náttúrulega áhuga fólk. Áhuga fólk, Já, stuðnisfólk Fram já, og við hljótum að bara fara þetta á ástríðinni, já. algjörlega. Mér langar að spyrja þig, Kristján, þú ert að vestan, Já. held að það viti flestir sem að svona kunna deila á þér, trommari, en af hverju Fram? Já, það er bara svolítið merkilegt. Ég hef aldrei haft neitt, eða hafði ekki neitt áhuga á að horfa á knattspyrnu á sínum tíma og hef aldrei verið neitt svakalega mikill aðdáandi þess. En ég var einhvern tíma veikur, ég spilaði fótbolta mjög mikið. Þótti nokkuð litækur. Já, einmitt. Svo hefði verið í landsliðinu ef að... Já, Já, hefði ég ekki reykist á trommur einn dag. En ég var bara veikur heima í Hnífsdal og því miður var engin fjárstýring á tækinu. Eitthvað gamalt tæki, eitthvað smíklæti sem kom með einhverjum togara vestur á firði. Var litasjónvarp, ég er nú ekki alveg svo gamall. Og þá gat maður með séð fallega bláklæta leikmenn Fram vinna Skagamenn. Já. Og það var bara Guðmundur Torfason sem að eiginlega bara gerði mig að Framara. einmitt. Og það vil svo skemmtilega til að hann er nú bara formaður hérna held ég, eða stjórnarformaður hérna í klúbbnum núna. Og þannig að ég fór bara að fylgjast rosalega mikið með og það hélt enginn með Fram í Hnífsdal nema ég. Allavega, ég hitti aldrei neitt Framara fyrir en ég kom hingað suður, bara undir aldamót og fór bara í háskólan og svona og þá fór ég að vinna í bókabúð og þar hitti ég 2-3 Framara. Þú má segja að bláu aldan hafi svona hrifsaði til sín. Algjörlega, Já. Þannig, en nú kynntist ég þér hérna fyrir einhverjum síðan og þú hérna ólst upp í Hlíðunum eða ekki? Jú, nefnilega, Í Barmaliðinni?
Sko, á Eða? Flókagötunni, en Já. þess vegna var ég í Háteisskóla, en já, en ég er samt, þú veist, þetta allan var þá meiri valskverfi. En ég er hérna bara þannig, ég er bara alin upp bara, þú veist, eitt af fyrsta sem ég bara lærði að segja var fram. Já. Og faðir minn er mikill framari, hefur alltaf verið og er líka nefnt úr liðunum og er svona mjög blóðheitur sem slíkur. Og málið er, ég hef stundum sagt söguna því að við erum sko 4 systur og 2 þeirra allavega voru eitthvað svona svolítið að æfa fótbolta, en ég var alltaf svo hrædd við boltann. Og ég komst að því, ef maður hræddur við eitthvað, þá er einhvern veginn svona líklega að gerist eitthvað, þannig að svona hausinn minn hefur alltaf verið eins og segull á knöttin, sko, alveg segull. Þannig að ég er svo oft bara, ég hef aldrei stíð þannig inn á fótboltavöll, bara í íþróttum í skólanum, að ég fá ekki sérst bolta í hausinn. Þannig ég forðast þetta mikið. En þetta var svo mikið uppeldi. Pabbi ákvaður svo snemma að ég skildi bara þetta yrði mér blóðborið og þetta yrði svo stór hluta mér sem að þetta náttúrulega er. Sumum finnst kannski of. En hann fór taka mig á völlin. Það var svona eitt svona moment. Ég var rosa lítil, ég var svona 6-7 ára og við förum saman á völlin og við erum 2, ég og pabbi og svo stemming og ég man hvað var flott, sko, hann fekk að fara inn í framherja stúkuna, þar fengur sko kaffi og kleinu og hann svona let mér svolítið vita svona í hálfleik, svona já, þú veist, að þetta kemur merkilega fólki, það var ekki allir að fá að fara inn og mér finnst þetta svo ótrúlega flott og svo var hann bara eitthvað að tala við eitthvað fólk og svo mikið stemming og það er svo ekki hægt annað en að vera auðsveipur að þessu, en ég lifði mig svo mikið inn í leikinn. Svo er þetta bara þannig, ég fæ mér einhverja kleinu og svala eitthvað og svo er þetta þannig, ég man ekki hver andstæðingurinn var. Er þetta fyrir tíma framborgarana? Þetta er nefnilega fyrir framborgarana, Já, en ok. ég hef lendið í sama með framborgara, mér þykir leitt að vera að segja eitthvað frá þessu, en þá er þetta þannig að sko við erum 1-0 yfir og andstæðingarnir eru búin að sækja markið og það er kannski svona 7 mínútur eftir og ég var svo stressuð, ég var svo kvíðin að ég bara guppaði öllu. Kleinunum og... Já, og þetta er eina skipti sem pabbi svona, þú veist, hann þótti leiðilegt ég var að guppa þarna yfir stúkuna, en það var eitthvað við það, sko, við ástriðina sem hann kunni svo mikið að meta og hún hefur algjörlega fylgt með síðan og ég gæti ekki fengið með framborgara nokkuð tímann í hálfleik, nema þetta væri svona, við þurftum að vera 5-0 yfir, þá get ég snætt, að því bara þetta tekur svo átöðunar. Já, gubba af spennu er það ekki bara ástyrðan alveg út í ystu æsa? Jú, nákvæmlega. Akkurat, þetta er ekki komin eitt fyrir, þú ert búin að vera duglega að koma á völlin gennum tíðina. Já, ég nefnilega hef verið það og núna er svona systir mín og dætur hennar hafa svolítið að vera að koma og pabbi kemur oft, sko, náttúrulega auðvitað því að við búum sko steinsnæðarna frá Safamýrina, það var auðveldar að fara þangað, sko. Já. Þannig að þetta var smá sjokk til að byrja með en svo náttúrulega bara eindislegt að kíkja enga og við erum búin að komast að hvernig maður tekur strætó. Stefán Pálsson kenndi okkur það, við löppum upp á Perlunni. Já. Þá tökum við, gott það er ekki 15 eitthvað svona sem fer sko alla leið. Þetta er búið þægilegt. Þetta er 18. Þetta er 18, já, einmitt. Og ég fer sko alltaf, ég bý í Mávahlíðinni. Já. Sko, það er svo gaman að við erum svona svolítið í, sko, litla framkvæminu í hlíðunum. Akkurat. Logi Höskuldsson er einn sem er bara í mitt Mávahlíðinni. Mikill framari, já. Og Stefán Pálsson, umræddur og mér veist sko, Perlan væri skynsalega hjá mér, en ég veist meira gaman að labba fram hjá Valsvellinum. Já, akkurat. Þú ert ekki einn af þessum heldur niður í andanum. Nei, akkurat. Ég veist bara svo gaman eitthvað sparki hjól eða eitthvað, nei. Já, ég gerir það ekki. Nei, já, við berum virðingu fyrir aðstæðingum. En Júlía, sko, við náttúrulega erum ekki eins og, sko, bara svo komum heiðilega fram. Við tölum að við erum sko stemningsfólk. Já, fyrst og fremst. Gubbum af spennu og förum þetta á átíðinni, en við erum engir sérfræðingar. Nei. Og það sem ég hlakka mest til í þessum þáttum okkar sem að vera, ef gengur vel í dag, þá kannski verða það fleiri en einn, að fá aðeins að kynna svona baku tjöldin bara, og líka bara svona hugtökum og heitum. Ég ætla að við skulum bóka okkur eitthvað viðmælanda og spyrja bara hvað ýmislegt þýðir sem að ég er nefnilega að sé stundum eitthvað svona sjóastátt og það koma alls konar orð sem ég bara skil ekki. Nei, akkurat. Ég hef ekkit endilega sótt sko mikið í slíkt, en maður er alveg tekið eftir þess að maður fylgjast með þegar þulir eru til dæmis að lýsa leiknum og þá er ég ekkit alltaf sko alveg með notunum. En það eina sem ég hef svolítið svona lært og hefur svolítið verið innprentað í mig og kemur fólki stundum svona óþægilega óvart sem það ekki með því að núna tók ég það fram á hann og við varum svona nokkuð stóist fólk svona allir jafna, en ekki í öllum aðstæðum. Þegar maður er að guppa stressa svona. Og eitt af því er sko að það skiptir ekki endilega máli, þú veist, þegar einn leikmaður fellur af vellinum, þú veist, þá erum við ekkert að spurja hverjum það er að kenna,
var sjálfsögðu alltaf andstæðingnum, jafnvel þó að þú veist, framari hafi tæklað einhvern annan skiluru. Og og það sem ég lærði snemma að segja í öllum slíkum tilvikum var dómari! Og þannig að maður er alltaf að öskra dómari, ég veit eitthvað hvað ég á vantala við dómaran, Einmitt. en þetta er svolítið það sem maður gerir. Og svo er það þetta sko þegar þegar það er búið að vera svakaleg sókn og boltinn sleikir svona slána fyrir rétt svo yfir og það kemur svona og allir taka svona andköf og þá segir maður það var aldrei hætta. Já, nákvæmlega. Þetta eru svona kannski frasarnir sem maður er með, en það er margt sem mann langar kannski að skilja aðeins betur. Já, einmitt. Hvað er rætt, af fólki Nákvæmlega. sem hefur, þú er náttúrulega átt glæstan feril að baki sjálfur eins og sagðir, Í í þínu barndómi. Já, jú, Já, akkurat, en einmitt. ég sko lærði enga frasa og ég held Nei. að fengi svona einhverja sveita útgáfu af Já, fótboltanum. Ef einhver meiddi sig, já, þá var aukaspyrna, en annars ekki. nei, Það var ekki, þú veist, bara eins og núna sko, einhver Já. togar í peysuna, þú veist, Nei. maður meiði sig. Nei, þú veist, ef ég sé ekki, þú veist, þetta var bara þannig að það er ekki blóð, það var ekki eitthvað svona rifið af að fara syndakstur í Já. fættin, þá er, þú veist, það, Nákvæmlega. já, Ef maður bent á tönnuna sína í grasinu, þá var fekk maður aukaspyrnu. já, En já, sko, við höfum heyrt, ef við tölum aðeins liðin okkar, já, kalla og kvenna meistaraflokkana, þá höfum við svolítið verið að sækja svona einna mest þau lið, já, leiki þeirra núna í vor og sumar og það er nóg eftir á mótinu. það er Þess vegna fannst okkur réttast að rífa upp sokkana Já, akkurat. og aðeins svona að kannski gefa einhvern speil. Ég held að það sé eiginlega bara svona heiðarlegasta svona kannski orðið yfir þetta. Að ég held að við getum örgulega endurspeglað spurningar sem að getur komið hjá bara okkur stundisfólkinu Já, hvernig hlutinir liggja og þess vegna ætlum við að fá einmitt gest hérna á eftir. já, heyrðu, akkurat. Ég er hann ægilega spennt að Já. þetta hann Helgi sem ætlar að kíkja til okkar Já. og bara það er margt sem að mann langar að spyrja Já, svona akkurat. eftir þetta sumar og eins og það hefur farast að Einmitt, bara hvernig þetta hefur verið þessi innkoma þeirra í teiminu. Helgi Sig er þetta aðstofþjálfari Rúnars Kristinssonar og en við ætlum að fá bara fleiri gesti þeirra líður á og Já. það verður gaman að svona að skeignast aðeins inn fyrir. Já, ég ætla að segja og þetta er kannski málinu óviðkomandi að miklu leyti en það er búið að vera svo rosa mikið svona stemming í loftinu og ég fór núna verslunarhelginu fór ég inn í púkan eins og ég geri gjarnan og sest við borð fyrir utan og skemmtilegt útisvæði og voða gaman. Varst í jakkanum? Ég var ekki í jakkanum, Nei, ok. en ég var ekki eins og merkt en það kemur þarna stúlka að máli við mig sem situr svona gengt mér eins og fólk gerir stundum svona kannski þegar það er aðeins í glasi þá ertu ekki að spyrja hvort þú þekki fólk, þú hefur bara samræðir Akkurat. og hún var svo ægilega skemmtileg fyrir en varir kemur það í ljós að hún á bróður í liðinu Gumma Salon Magg Já. Já, þannig ég tók ég er ekki bara að tala fram hérna í þessu laðvarpi heldur var verslunumann Helgi mín stórleiti undirlega því að fara yfir hann og hans feril hann er náttúrulega algjör Já. góðsögn já, og við vorum bara svona að tala svona hans bara spilamennsku að mæra hann í hástart þannig að já, Á innipúkanum. á innipúkanum sko. Já. það var hljómsveit að spila sem að ég var mjög spennt að sjá Já. nei, ég fór ekki inn Okkur hringdir ekki í mig? ég hafði þetta að gera, já, þetta voru einmistök sko. Einmitt, akkurat. Já, dásanlegt. Þannig að þú veist allt Gumma Magg eða... Já, ég veit allt Svona- hans bara æsku og Já. það sem gleður hann og hann óttast og Skulum ekki deila því að Nei, nei. kannski einhverjir einhverjum einhverjum mótherjar Já, já, bara- að horfa á já, þetta. nákvæmlega. Og þetta er líka já, sko, það verður gaman að kynnast kannski bara fáum við Gumma einhvern tíma til okkar Já, það var ekki leiðilegt einmitt. En sko, já hvað meira ætlum við að gera hérna ef við svona tölum aðeins það en sko við tölum þessi hugtök og heiti í þessum fræðum en sko, já, tölum kannski bara aðeins bara hvernig finnst okkur þetta hafa gengið núna í vor og sumar bara svona rétt áður en við fáum Helga hingað til okkar Já, sko við erum bara bæði búin að fara á sko leiki beggja liða meistaraflokkana, það er að segja já, og já, mér hefur bara litist bara rosalega vel á þetta það komið svona smá svona niður túr hjá Já. báðum liðum já, akkurat sem að bara fínt að eða svona, þú veist það er fínt að vera með svolítið svona rifinarjörðina en maður hafði ákveðna væntingar og mér finnst þær þau liðin, eða bara þær hafa ekki
við hefum ekki þurft að kveðja þær á nokkurn hátt. Einmitt. En einmitt, bara æðislegt að koma á völlinn og líka bara, sko, er ekki hægt að viðurkenna það að svona, núna myndi ég að segja að þú veist að það er svona ákveðin kjarni, svona stuðningsmannakjarni sem er alveg rosalega sterkur og hann er rosalega lojal, hann fer ekki nokkuð skapaðan hlut og við hefum gengið í gegnum Dimmadali. Jú. Við getum alveg tala tæputungulaust. Jú. En stuðningsmenninni fara ekki neitt, en það er svona, það er aldrei eins gaman og þegar það er gaman. Einmitt. Og auðvitað er meðbyr núna, það er stemming og það sem að kannski var okkar ástríða sem við töluðum var að hvað það skiptir okkur miklu máli einhvern veginn að færa, að þjappa svona raðir stuðningsmanna. Já, þetta byggð. Og já, þetta byggð, fara bara að vera duglega að mæta leiki sem að reyndar við höfum gert. Og bara bæði, bara búið að vera æðislega stemming, ég fara að mynda kvennarleiki og kallaleiki og bara, og bara svona flott stemming. Maður vill svona halda þessu, við þurfum að halda þessu út tímabilið. Ég held sko að talað Dimmadali og Dali drauma þá hefur þetta verið svona þú veist, svona fram og tilbaka þanniglega, það er samt sem áður virkilega bara góður bragur. Það skiptir auðvitað svolítið miklu máli ef maður vill sjá leikmennina inn á vellinum sko býta í skjaldarendur, segir maður það ekki? Já, ég segi það allavega. Og að halda fram að berjast, þú veist bara, og þó að eins og hjá köllunum töpuðust 4 leikir held ég á þessu tímabili í sumar fyrir sumar. Það var hart. Að koma tilbaka. Já, að koma tilbaka. Það er nefnilega, það sýnir karakter. Og ég held að þetta sé kannski bara það sem að við viljum bara svona sýna hjá okkur stuðningsfólkinu að við, sko, þó að leikið tapist og allt þetta þá náttúrulega bara hífu upp sokkana. Það þarf að hífu upp sokkana að því að það er sko engin tilfinning sem ég get lýst betri, sannari og sterkari heldur en svo að vera á vellinum og taka eitt sikisaki. Og fyrir þessa tilfinningu þá munum við mæta, skilur, og við munum berjast, við verðum að hífa upp sokkana. Algjörlega. Ef við viljum að þau gera það inn á vellinu. Það gerum við það hér í stúkunni og hér í þessi hlaðvarpi upp á sokkana. Já, þetta er búið að vera sannlega skemmtilegt sumar. Og ég held að við ættum bara að fá gestinn til okkar. Ætli hann hafi gubbað hamborgari hálfleik? Sjáum við hvort það er spennandi. Helgi Sigurðsson, hann ætlar að koma til okkar og hann er náttúrulega bara góðsögn í framveldinu. Sáum hann sem leikmann hér bara örgulega í 9. svokallið 10. áratögnum minnum mig til að byrja með og svo náttúrulega verið aðstofþjálfari og kom aftur núna með Rúnari. Það er ekkert eða fátt betra en þegar menn koma heim sko. Algjörlega, börnin heim. En Helgi Sig, hérna þetta er augnablik. Jú, og Júlía, við erum komið með góðan gest til okkar. Svona, við getum auðvitað masað eins og okkar er vonað að vísa en það stendur gott að fá kannski einhverjar viðmælendur og einhverja í heimsókn. Já, og kannski fólk sem kannski svona þekkir aðeins betur svona að fyrstu hendi þessa ágætu íþrótt sem við erum að tala um þetta. Einmitt, og við erum svolítið búin að tala um þetta hérna fyrir þættinum Helgi Sigurðsson, vertu velkominn. Takk hérlega. Helgi, við svona, bara svo við látum við vita af því að við kannski erum ekki alveg sko sérfræðingar, þú veist, knattspyrnu. Já. Við svona, Júlía er menntuð í kvikmyndaleikstjórn og alls konar og ritlist og rithöfundur og ég fyrir bóksali og trommari. Já. Þannig að sko, þú afsakar okkur svona fyrirfram ef við förum að spyrja svona eitthvað sem ég held að þurfu ekki að afsaka, við bara kerum á þetta. Akkurat, ég held reyndar að væri kannski nóg að setja svona lummu fyrir vöruna. Já, við vorum að tala um að reyna þetta sko, að þú veist að ef maður er aðeins svolítið svona vel bakkar, aðeins víraðar sko, þú veist að þá einhvern veginn maður oftast tekið aðeins trúarlega einhvern veginn svona sem illa sko, en við komum bara hreindið til þetta og bara takk fyrir að sýna okkur þolmaði. Minnsta mál. Helgi, takk fyrir að koma til okkar með skömmu fyrirvara. Okkur fannst svolítið gaman og spennandi að aðeins að forðast svona, forðast baku tjöldin. Baku tjöldin svo maður til segja og bara þetta er búið að vera skemmtilegt sumar hjá meistaraflokki Karla og þar þú aðstoðarþjálfari Rúnar Kristinssonar og í þessu teymi hans. Nákvæmlega. Og komst þangað inn en svona ef við spólum aðeins tilbaka rétt áður þá ert þú náttúrulega þetta er ekki fyrst skipti sem að þú klæðist einhvers konar framfötum til dæmis. Nei, ég kom hérna í fram 93
Hvað sem krakki? Sem krakki, þá 18 ára að verða 19. Og þegar Ásgeir Sigurðsson tók við sem meistaraflokksþjálfari hérna í Fram og hann fékk mig hérna yfir frá Víking, þar sem ég ólst upp og átti 2 góð ár hérna í Fram áður en ég fór í atvinnumennsku. Já. Og var sem sagt 12 ár erlendis þar í 4 mismunandi stöðum. Nú já. Og Skandinavíu? Já, Skandinavíu, Danmörku, Noregi, Þýskalandi og Grikklandi. Þannig að þetta var heilmikið ævintýri og svo eftir þessi 12 ár þá flýtti fjölskyldan heim í lok 2005 og ég spila sem sagt með Fram 2006 í fyrstu deildinni. Já. Hjálpaði mig að komast upp það árið og fór síðan og spilaði með Val í 3 ár. Og kom svo aftur í Fram 2014. Já. Þá sem aðstöðuþjálfari líka með Þorvaldi Örlygssyni. Já. Vorum þar framan að sumri og þangað til að Þorvaldur hætti og þá hvað ég bara hætta með honum. Og síðan fór ég mjög fljótlega bara í þjálfun sjálfur og hef verið á nokkrum stöðum síðan þá. Búin að koma víða við einmitt, en það er gott að sjá þig aftur í Fram. Hvernig svona, Júlía, bara svo byrjum að spyrja bara, hvernig hefur svona bragurinn verið finnst þér núna í sumar? Bragurinn á liðinu hefur bara verið mjög góður og ég kom inn í þetta með Rúnari og Gareth, þjálfarateyminu í nóvember í fyrra. Vitandi það að þetta er krefjandi en að sama tíma skemmtilegt verkefni og það hefur heldur betur verið þannig að þessi hópur hefur dafnast mjög vel á þessum 8-9 mánuðum sem við erum búin að vera saman og og það sem maður hefur tekið eftir og kannski stæðst er svona merkið þess að liðið sé að þroskast mikið er það að það er svona, hvað maður að segja, þessi meira jafnvægi í liðinu að því leyti að menn sætta sig ekkert lengur við það að tapa fótboltaleikjum. Það er komin smá hungur í menn, það er komin svona attitude í hópinn og maður skynjar það. Auðvitað þýðir það ekki að við getum ekki tapa fótboltaleikjum en mennum á að líka illa við það og gera allt þess að það verður sem minnst að því og ég held að við so far hingað til í þessu móti hefur liðinu bara farnast mjög vel og við erum á mjög ásættilegum stað eins og staðin er núna en vitandi það er nóg eftir að mótinu og við þurfum auðvitað að halda okkur á jörðinni og við vera meðvitaður það af hverju við erum það sem við erum, hvað vinna liggur á baki og við megum ekki snúa frá þeirri vegferð sem við erum búið að vera með að vera mjög fókuserar allt sem við erum að gera innan sem utan vallar og þetta eru ekki bara við þjálfarateymið, við erum með stjórn á baki okkur og síðan fólki í stúkunni á leikjum og svoleiðis og allt þetta hjálpar til að ná árangri og þegar þessi heild er sterk, nú þá gerast oftar en ekki góða hlutir og vonandi höldum við öll út sumarið á enda og náum ásættilegum árangri fyrir Fram sem fótboltaklúbb. Sko, ég mitt, maður er búin að fylgjast með mitt síðustu ár og mitt og þá voru þessi ár þar sem við vorum í lengjudeildinni mér fannst svo sem ekkert við heima þar, stórveldi, sko. Það var svolítið erfitt, en svo komum við þarna upp eftir alveg rosalegt tímabil, en og svona eftir það að þá fannst mann eins og fólk hefði ekkert endilega trú á því að við ættum heima í bestu deildinni og það var alltaf að spáka og falla og svona við hengum þarna uppi. Já. En svo þegar þið komið inn, þá varst mér strax einhvern veginn svona rattirnar að vera að breytast. Fólk hafði mikla trú á því og svona ykkar áherslum og þetta er algjörlega búið að vera að skila sér og það er þetta mér, þú veist, við erum að spila mikið sömu leikmönnum en það er samt einhvern veginn allt annar karakter einhvern veginn í liðinu og þú talar um þetta hungur en það er líka eitthvað svona mann finnst einhvern veginn svona svolítið agaðari leikur. Getur eitthvað sagt okkur svona hvaða áherslu svona breytingar þið svona komið með inn í þetta sumars? Já, þetta er góð spurning. Náttúrulega þekkjum það vel að Rúnar hefur náð miklum árangri með KR á þeim tíma sem hann hefur verið þar og kemur með mikið pressess inn í þetta. Þessi frábær spurning hjá Júlíu, sko, en það má samt ekki ef það er einhver leyndarmál, það gæti kannski einhver andstæðing að vera að horfa á, þannig að... Já, nei, það er svo sem engin, ég er ekki að fara að tala af mér hérna, en svona, ef maður fer vítt og breytt þetta, þá kemur hann náttúrulega mjög sterkur inn hérna og þegar leikmenn sjá þjálfara koma inn sem er með mikið titlum á bakinu, þá gerist það alltaf í hópið þegar nýr þjálfari kemur og það menn sjá tækifæri að
sína sig og sanna fyrir nýjum þjálfara og síðan kem ég inn í þetta með honum ásamt Gareth og við höfum bara myndað mjög gott heimi og unnið óbúslega vel saman að því að reyna að byggja upp sjálfstraust hjá leikmönnum og tala þannig til þeirra að gera mönnum grein fyrir því hversu góðir þeir eru í fótbolta eins og þú komst inn á áðan, þeir hafa sýnt frábæra takta hérna undanfarin ár og Jón Sveins, vinur minn, hefur nú gert mjög góða hluti með þetta lið og stóra þátti því bara hvernig hann byggði þetta upp frá fyrstu deild og síðan halda liðinu upp í efstu deild og við tökum þetta við góðu búi og þar að leiðandi vissu við að það eru fullt að góðum fótboltamönnum hérna. Að það þyrfti kannski aðeins að berja þá meira sjálfstrausti og hafa virkilega trú að hér væri þá 9 tíma framundan og við gætum gert eitthvað magnað saman. Við gerðum líka mönnum alveg grein fyrir því að það var engin afsláttur gefin á því hvað varðar æfingar og bara lífið í kringum fótboltan því að eitt að æfa í 90 mínútur á hverjum degi en menn þurfa að fórna ansi miklu líka utan þess tíma. Það er að segja mataræði, hvíld og svoleiðis og hvort sem eru við þjálfarar eða leikmenn að fórna fullt af tíma í þetta og við höfum ekkert endilega svona tíma í fótbolta. Þannig að það er eins gott að reyna að nýta þennan tíma vel. Þannig að maður geta sagt barnabörnunum sínum í ellinni einhverja góða sögur að því fótboltanum og maður var ekki bara í fótboltanum bara til þess að vera í fótbolta heldur til þess að gera eitthvað og leið og nærði einhverju svoleiðis mómentin og úrslitin fara að verða jákvæð fyrir liðið þá fara leikmenn að finna að það sé eitthvað í gangi og síðan það bara okkar verkahring þjálfarana að þegar vel gengur sem við gengjum undanfarið að halda mönnum líka á tánum, vera fljótur að koma mönnum niður á jörðina og minna menn á að það sé ekki dunnið ennþá en við erum á góðri leið og þetta verður að hrósa og svo toga menn niður inn á milli en mjög jákvætt andrúmsloft í kringum liðið, Rúnar bara mjög svona, hvað maður að segja, afslappaður í allir sinni nálgun, það er ekkert mikill hasar í þessu en við erum ákveðnir og það er kannski það góða við þetta líka að við erum svolítið við þrýri, ég Gareth og Rúnar, við erum allir mismunandi týpur og en myndum góða heild og þannig að ég held að þetta sé bara ágætis blanda. Eitt sem að mjög veist áhugavert, það er eitthvað svona þessu stöðuleiki eins og Júlía minnist á, þú veist að það er það kemur allt í einu bara þessi kannski trú, þessi bara betri bragur heldur en áður en samt er ekki stóra breytingar endilega á hópnum sem slíkum en það sem að mér finnst skemmtilegast er að heyra því að það er verið að nálgast fyrrum leikmenn eins og alltaf bara Halla sem dæmi Já. Þú veist að það er ekkert verið að bara eins og lið kaupi sér árangur með að kaupa einhverja stjörnur. Já, akkurat. Og er þetta eitthvað svona stefna eða er þetta... Halli er náttúrulega stjarnan okkar henni. Já, það er náttúrulega mjög gott að fá Halla þá og Alex og þessar strákar sem hafa alveg upp í fram og fá framhjarta í þetta lið. Það er ekki verra fyrir hópinn en aðalatri er að fá inn menn sem eru hungraðir og vilja ná einhverjum árangri. Það er raunverulega sama hvað aldrei það er. Við erum að fá Kenny hérna inn sem er kannski, við getum talið okkur og seinna árin í þessu. En hann er bara eins og unglamb í þessu og hann gefur svo óbærslega mikið af sér. Bara þessi tek hann sem dæmi. Þetta lykilatriði er að menn séu hungraðir í að ná árangri því að við getum fengið 20 ára stráka en ef þeir eru ekki tilbúin að leggja það á sig til þarf þá er alveg skott að taka einhvern eldri en auðvitað þarf að vera góð blanda í öllum góðum hópi og við teljum okkur vera með það mjög marga frambærilega unga stráka sem að dafna mjög vel og bara átt frábær tímabil og síðan erum við með eldri stráka og reyndari og þú verður að hafa þessa blöndu til þess að ná góðum árangri en það er ekki nóg að vera með bara gæði heldur þurfa menn líka að vera með kollinn skýran og vera hungrari að ná árangri því að ef þú ert ekki, ef það vantar eitthvað upp á þann hluta þá mun það eyðileggja fljótt fyrir Einmitt. Það er þegar þessi þáttur er tekin upp þá voru þið að spila núna síðast við Stjörnuna í Garðabæ og unnuð 2-1 sem var stórkostlega skemmtun og þar vakti athygli mína og talandi það að við sem algjöra leikmenn við Júlía þá var sett upp aukaspyrna undir lok og greinilega einhver kerfi og ég hjó eftir því að fólk, leikmenn hlupu eiginlega í fangið á Gareth. Já,
og kannski ekkert skrítið við það. Gareth hefur lagt lífið undir að hjálpa strákunum í föstum leikatriðum, bæði varnar og sóknarlega, og hefur gert það gríðarlega vel. Hann gefur sér góðan tíma síðustu æfingu fyrir leiki að fara yfir þetta með strákunum, og þegar þetta heppnar svona vel eins og þetta heppnaðist í gær, þá er það bara mjög eðlilegt að maður hlaupa til hans og samfagna honum, því að það er mikil vinna á bakvið þetta og strákunum trú á þetta, þá meiri líkur þetta gangi eftir. Og því að það er ekkert margir sem eru tilbúinir að leggja þetta á sig svo Garð hefur gert með föstu leikatriðin, því að allmörgum þjálfurum þykir þetta frekar leiðilegu hluti leiksins að sérstaklega æfa, og leikmanni finnst það oft líka, en Garð hefur náð að fá strákana til þess að trúa á þetta, að þetta sé sem þetta er stór hluti í fótbolta, horn, aukaspyrnur, jafnvel innköst, og ef þú gerir þetta vel þá er meiri möguleika að við náum einhverjum árangur út í því, og við höfum verið að æfa þetta vel og við höfum verið að fá lítið mörkum á okkur í föstu leikatriðum, og svo hefur við verið að skora nokkuð mörk. Þetta heppnaði sérstaklega vel í gær. Það er alltaf gaman að sjá það þegar svoleiðis heppnast, og í talinu um síðustu mínúturnu í svona stóru leika sem móti Stjörnunni. Þannig að við Rúnar gátum alveg samgleðst Garð fyrir að ná þessu fram, og ég menna við vitum það alveg sjálfur að við erum allir í þessu saman, hvort sem ég, Rúnar, Garð, Friðgeir eða Maggi í liðstjórninni, stjórnin og síðan fólki í þetta er bara ein heild, og liðið verður ekkert betur en veikasti hlekkurinn sem er alltaf til í þessari keðju. Þannig að það lofar góðu, en auðvitað þarf að klára hlutina. Er einhvað sem að svona lokum, eða svona fyrir að líðandi lok, þetta skiptið, að er eitthvað svona annað sem að við, Júlía, sjáum ekki upp í stúku, sem að er kannski eitthvað sem að eru vel læsir í knattspyrnu, sem að þið hafa verið að leggja upp með hjá liðinu og eru ánægðir með. Þannig að varnarleikurinn hefur verið umtalaður og líka reyndar með Óla Ísson, sem að mér finnst bara eins og sé næstum því nýr leikmaður. Þarna kemur að góðum punkt, Óli Ísson, vörnin, allt það. Það er nú bara þannig í íþróttum almennt, og sérstaklega fótbolta, að þegar liðsheildin funkar vel og skína leikmennir. Og varnarleikurinn hefur og þú talar um áherslur, við vildum frá fyrstu mínútu eftir að koma hingað inn reyna að laga það aðeins til, því að það gengur ekki að vera að skora 4-5 mörk í hverjum einasta leik til þess að vinna fótboltaleiki. Þannig að leið og við sem við myndum ná að fækka því, þá ættum við stærri möguleika að vinna fótboltaleiki. Og við höfum lagt mikla áherslu á það, og það hefur gengið vel eftir, og ég held að sé 2-3 lið sem hafa fengið færri mörk á okkur en við höfum á sig, en við höfum, þannig að það hefur gengið mjög vel, og þegar börnin stendur sig vel og okkur stendur hún sig vel, það hlýtur að vera því að miðjumenn og sóknarmenn eru líka að leggja þá vinna á sig sem til þarf til þess að varnarmenn lendi ekki undir miklu álagi, og þegar allt þetta tikkar fyrir fram að markmannin, þá er allir líkur að markmaðurinn standi sig betur, verður öruggar í sínum aðgerðum, finnur fyrir trausti frá þjálfurum, og þetta snýst allt um það að liðseildin fungeri fyrir fram sig, og þetta er alveg sama á hinum enda vallarins. Ef við erum ekki að skora nóg mörk, þá er alltaf auðvitað hort á framherjana, en þetta snýst um það hvernig byggjum við sóknarleikin og koma boltana frá eftirstu víglínu, frá inn á miðjuna, út í kantan og fyrirgjafur og menn sé á réttu stöðum. Þegar þessi harmoni er í lagi eins og hún hefur verið, þá er allir líkur á góðum úrslitum, og það er algjört lykilatriði sem við vorum að tala um á Óla og koma að henni í byrjun. Hann hefur náttúrulega verið mjög góður í sumar vegna þess, og hann á stórt hróskilið, en það er líka meðal annars auðvitað frábær vinna í honum og Garð og þeim í teiminu með markmennina, en ekki síst vegna þess að liðið fyrir framannan er að standa þessi frábæla og hjálpar hann svo óbáslega mikið, og fá menn eins og 3 öftustu, Kyle, Kenny og Þorra alla inn fyrir þetta tímabil, og hvernig þeir hafa náð að vinna saman, og bara einn besta vörnin í deildinni hingað til, og
og við bara höfum líka fengið menn eins og Fred og Thiago til þess að vera frábærir Já. í varnarhlutanum og þegar menn finna það, þessi hlutir að ganga upp og það sem þjálfar að leggja fyrir, það auðvitað gefur mönnum öllum búst og trú á verkefnið og þess vegna bara ánægt að sjá að við erum að ná einhverjum árangri því að við erum að leggja ómælda vinnu í þetta og svefnlausar nætur og hvað, þannig að það er eins gott að hlutinni gangi og en þetta alltaf, þú veist, það er bara alltaf klísi að segja þetta, en við erum aldrei betri en síðasta leikur segir til og nú unnum við í gær, en við þurfum líka að koma okkur fljótt á jörðinni því það býður okkur ærið verkefni upp á Skaga næsta mánudag og þetta er allt úrslita leikir núna og við höfum verið að standast prófið vel og við höfum fulla trú á þessum hóp og öllu því sem er í kringum hópin og ég held að fólki líði bara leikmönnum, liðstjórum, stjórn, þjálfurum, ég held að sé bara góð harmonía í öllu og þegar mennu líður nokkurn veginn vel í því umhverfis og menn fá aðeins að hafa gaman og njóta þess og vera maður sjálfur og því við erum öll mismunandi þessi personur en menn fá að vera þeir sem þeir eru þá er allan meiri líkur á hlutinni gangi eftir. Já, má ég bara segja þetta lokum sko, því að mér langar alls ekki, ég myndi aldrei halla orði á Nonna, bara því líka góðursögnin sem hann er, en maður finnur, þú veist, það er einhver breyting og það er til dæmis þetta sem að svona maður, kannski þetta mann einhvern svona óþægilega fest í minni, svona maður var að missa, við vorum að missa niður forskot á síðustu mínútum og svona það var svolítið að gerast á síðast tímabili, en einhvern veginn núna hefur maður finnur eins og þú talar um þessa harmoni, þessa liðsheild og svona hvernig liðið virkar einhvern veginn allt saman og maður finnur hana aga og maður finnur þetta sjálfstraust og að því að þú varst að minnast á þetta og svefnlausar nætur og alla þessa vinnu, ég ætla bara að segja bara fyrir hönd bara Bláa hafsins og bara okkar stuðningsmanna bara takk fyrir þessu svefnlausar nætur og takk fyrir alla þessa vinnu vegna þess að við bara, hún er að gera sumar okkar 1000 skemmtilega. Já. Ég misti svefn miklu meira sko áður heldur en núna. Já, við svofum svo vel sko. En það er nú það skrýtna við okkur þjálfaran að það verður ekkert minni svefnlausar nætur þó leikir vinna sko. Vegna þess að þá fer maður alltaf að hugsa sko, hvað þarf maður að gera til þess að halda mönnum við efni og svo leið sko. Og svo þegar hlutirnir ganga ekki alveg upp þá er þetta alltaf þannig, þú veist hvað er hægt að gera betur og hitt og þetta. Þannig að það er bara þannig að svona þriðja degi eftir leik þá er maður svona konin í eðlilega ritma aftur hvað var það svefnin sko. Þannig að þetta er bara svona, en ef við veljum okkur þetta og okkur þykir þetta skemmtilegt og ef okkur þykir skemmtilegt að mæta þetta og sjáum leikmenn gaman að mæta þetta snýst náttúrulega allt um gleði og gaman. Ef það er ekki gaman, hvort sem það er í fótbolta eða bara í vinnu almennt, ef maður er ekki gaman að sem maður er að gera, þá næst engin árangur. Nákvæmlega. Þetta er bara góð orð og takk kærlega fyrir að setja ykkur aðeins inn í svona hvernig starfið er svona á baku tjöldin og við fylgjumst bara spennt með og eins og þú sagðir, það er bara næsti leikur, það er bara skæinn á mánudaginn og það var stutt æfing í dag, eða ekki? Stutt æfing í dag og frí vilt að öðrum degi eftir leik og svo bara hefst undirbúningur og öll helgin fer í það að undirbúa liðið undir leikinn á mánudaginn og það eru 5 leikir eftir í þessu venjulega móti og svo taka 5 aðri við. Við viljum náttúrulega, og markmið hefur alltaf verið að reyna að vera í topp 6 og við róum öllum árum að ná því markmiði. Já. Þetta er svipað prógram hjá okkur Júlíu, við svona slökum aðeins á eftir leik og svo byrjum við að hífa upp sokkana á þriðja degi. Já, það er ekki rétt. Já, það er bara gott. Það var bara skilningur á þessu. Já, Helgi Sigurðsson, kæra þakkir fyrir að koma hérna til okkar í hlaðvarp okkur Júlíu. Takk hérlega, mín var ánægðin. Takk. Og ég held Júlía að þetta sé nú bara gott í dag, eða ekki? Jú, það er bara búið að vera frábært að koma hérna og bara loksins einhvern veginn að prófa þetta og alltaf yndislegt að koma inn í Úlfarsárdal. Já. En á mánudaginn þá ferum við bara að fá Skaga. Það sjálfsögðu og við eigum eftir að fá fleiri gesti hingað, Óskar Smára og það er að segja bæði leikmenn úr kvennaliði og karlaliði meistaraflokkana. Þannig að það er margt framöndan. Margt framöndan. En við þökkum fyrir okkur í dag.